ert á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl og blessuð. Þið tóku kannski eftir því á 17. júní síðastliðnum á mánudag að ein kona var krossuð, ef svo mætti segja, vegna framlags hennar til mannúðarmála sem varðar það að berjast gegn fátækt. Hún heitir Sigrún Steinarsdóttir. Hún starfar á Akureyri. Ég hef sjálfur búið á Akureyri lengi, 25 ár bjó ég þar og ég veit að það sem hún hefur verið að gera þar ekki alveg einfalt mál í byggð eins og Akureyri. Vertu velkomin í Zoom-spjall við okkur, Sigrún. Takk fyrir það. Og til hamingju með að hafa komist inn á Bessastaði fyrir mannúðarstarf þitt til að hamla gegn fátækt. Geturðu byrjað á því að lýsa fyrir okkur í hverju það hefur falist? Starfið falist í aðstoða fjölskyldur sem eiga ekki neitt, bæði með mat og innegnakortum og svona ýmis önnur hjálp sem ég hef verið að veita núna í 10 ár. Já, þetta er 10. Við vorum fyrst 2, ég og Sunna Ósk, og svo var ég ein með þetta. Já, 10 ár ansi langur tími. Manni fannst þetta fara svona svolítið undir radarnum til að byrja með. Það ekki nema 2-3 ár síðan ég fór einhvern veginn sjálfur sem blaðamaður að gefa þessu gaum. Hvað var til þess að þetta skref var tekið fyrir 10 árum? Við höfðum báðar lent í fátækt. Lent kannski ekki besta orðið, en við þurftum að leita okkur aðstoðar. Já. Og tókum eftir því þegar þetta var að það var svo erfitt að stíga þetta skref vegna þess líka að þetta var ekki einstaklingsmiðað. Þetta var þannig að þú þurftir jafnvel að bíða í röð og fólk var að horfa á þig, og sem að náttúrulega jók skömmina miklu meira. Já, það var engin vernd, engin persónuvernd yfir þeim sem þurfti að leita sér aðstoðar. Nei, það var ekkert svoleiðis. Og ég ræddi á þann að samfélagi eins og Akureyri einmitt svona svolítið þeirra gerðar að þar svolítið fólk að fylgjast hver með öðrum, ekki satt? Jú, það á öllum minni stöðum þar sem verið að fylgjast með. Og hvaða leiðir funduð þið framhjá því að það væri svona verið að stilla fólki upp og aðri gætu horft á það og hneykslast að því? Við byrjuðum með þetta heiman frá okkur, gáfum fólki tíma, það átti að mæta klukkan þetta á þessum degi. Þeir sem voru að gefa mætti á öðrum tímum, þannig að fólk hittist aldrei. Já. Síðar eru þið með einhverja tilraunir með kæliskápa, matargjafir, beinar. Þið voruð að skora fyrirtæki að gefa bara hamborgarrygg og eitthvað svoleiðis, það ekki? Sem fólk farið, komið á einhvern stað og tekið úr skápnum. Það ekki rétt, skiljið hjá mér? Jú, þegar við stofnum til upphafi, þá gerðum við okkur engan veginn grein fyrir fjölguninni sem að varð. Og þetta var orðið svo mikið og mikil vinna hjá okkur báðum að við settum skápa fyrir utan heimilin hjá okkur. Já. Það sem fólk gat sett í og tekið úr. Já, voru þá ekki heimili ykkar orðin svolítið útsett, var þá ekki einkalíf ykkar að einhverju leyti úr sögunni? Jú, það nefnilega það sem gerðist og eftir því og eftir COVID, og þá var ég orðin ein með þetta, að þá var þetta orðið stanslaust árið til allan sólarhringinn. Já. En þið hafið hætt við þetta þetta ískapasystem eða hvað?
Nei, þetta var alltaf þangað til að ég hætti 1. maí. Já, þú hættir 1. maí og það bara þannig að þessu tímabili lokið í þínu lífi. Nei, ég virðist ekki geta haldið mig frá þessu, þannig að ég var einmitt að setja inn auglýsingu inn á Matargjafir í gær að nú ég að leita leiða til að fá fyrirtæki eða stofnanir eða einstaklinga til þess að bjarga mér húsnæði. Já. Hérna á Akureyri sem að ég get verið í og þá myndi ég reyna að fá sjálfboðaliða með mér. Af því þegar fyrir einn mann þetta bara hreinlega ekki hægt og ekki frá neinu heimili. Nei. Má þá segja að þér hafa kannski vaxið á smegin við það að fá þessa viðurkenningu á Bessastöðum og við það að þessi málaflokkur væri dreginn úr skúmaskotunum fram í dagsbirtuna? Ég held það nefnilega. Ég held að þegar maður fær svona viðurkenningu, maður hefur fengið bara viðurkenningu frá fólki sem að maður að aðstoða hverjum einasta degi. En þegar maður fær svona hvatningu í rauninni, þá vill maður einhvern veginn halda áfram að hjálpa því fólki sem að hefur það sem verst, því að það ekkert að breytast. Þetta eru góð skilaboð til Guðna forseta orðunefndar, hann ekki Ágústsson, sá Guðni? Ég veit það ekki. Nei, það skiptir ekki máli í þessu samhengi. En þetta bara frábært og það þá komið bara frétt upp úr okkar spjalli, ný glæný frétt, þannig viljum við hafa það á samstöðinni. En sko, mér langar aðeins að fara yfir það hvaða hópar þetta eru sem hafa leitað til ykkar, hverjir eru fátækir fyrir norðan. Það stundum talað hið bjarta norður á tyllidögum og stundum látið eins og allir hafi þar nóg. En það ekki þannig, samanber það sem þú segir. Við getum aðeins labbað yfir það fyrir okkur hvaða hópar það eru sem eru viðkomastir fyrir fátækt og hverjir hafa svona verið stærstir í ykkar skjólstæðingahópi. Það eru öryrkjar, eldri borgarar, einstæð mæður, feður, ungt fólk með börn á framfæri. Það hefur verið svona stærsti hópurinn hjá okkur. Já. Sýnist þér að stéttaskipting, efnahagsleg stéttaskipting meðal barna sé jafnvel meiri núna en hefur verið svolítið skeið? Hún miklu meiri. Það sko á Íslandi 2022 voru 10,17% barna sem lifðu við sárafátækt. Já. Þannig að við getum, ef við sko tökum bara þannig að það sé 2 börn í hverjum bekk sem að eiga ekki fyrir nesti og fá ekki kvöldmat. Já, það hreinlega þannig. En við lokum bara augunum fyrir þessu. Við viljum ekki sjá þetta. Nei. Krökkum strítt, það orðið mikil stéttaskipting, miðstéttin að færast neðar og þar sem allt hefur hækkað mikið og þá náttúrulega verður þeim strítt á þessu. Já, og feimnin getur leitt til einhvers konar útskúfunar og það getur leitt til þess að þetta fólk fittar ekki alveg inn í samfélagið síðar, það kemur reiði og biskja ekki satt og heilsufarsvandamál. Jú, að því líka nú eru íþróttir dýrar, keppnisferðalög eru dýr og þarna líka verið að útskúfa börnum að æfa fótbolta eða handbolta því að foreldrar hafa ekki efni á að senda börnin sín í keppnisferðalög eða kaupa búninga og þú greiðir ekki bara gjaldið fyrir íþróttir. Nei. Ég hef mitt skrifað einu sinni fréttaskýringu í fréttablaðið allan viðbótarkostnaðinn sem bætist við
sko það stundu sagt að þegar þessi frístundastyrkur sé lagður á borðið þá dugi hann til að krakkarnir fái tækifæri til þess að æfa þá íþrótt sem að þeim líkar best að æfa, en það alveg ótalmargir aðrir kostnaðarliðir sem bætast við, þannig að það kostar gríðarlega peninga að ofta vera í frístundum fyrir börn, og bakland fjölskyldna til fjáröflunar mjög misjafnt. Það þannig. Þannig að við erum bæði, við erum að útskófa börn að fara í íþróttir og það ekkert allir einmitt sem geta borgað eða hafa eitthvað til þess að fjármagna. Nei. Sko, það alltaf viðkvæmt að ræða innflytjendur og útlendinga í þessu samhengi, en ég ætla nú samt að stynja því upp við þig spurningunni að er stór hluti af þeim sem búa við fátækt á Akureyri og í nágrenni fólk sem ekki hefur íslensku að fyrsta tungumáli? Það alltaf að aukast, já. Það var gríðarleg aukning á síðast ári. Var það, já? Já, og þessu. Hvernig skýrir þú það? Þú ert náttúrulega í einhverju sambandi við þetta fólk. Já, það sko þegar það kemur til landsins þá fær það einhvern x pening í x tíma, en svo dettur það niður. Margir hverjir sem koma eru á örorku eða geta hreinlega ekki unnið skiljanlega. Þeir eru að koma frá þannig svæði og þá bætast þeir í þann hóp öryrkja sem að við höfum verið að aðstoða. Já, og vítar. Því að eins og við vitum það verður engin ríkur á að vera á örorkubótum. Nei, það er áhugavert að það sé til fólk sem að heldur að margir sé að svindla og sníkja út peninga sem eru langt undir framfærslu venjulegra Íslendinga. Já, mér finnst það stórmerkilegt að fólk haldi að örorkubætur séu eða ellilífeyrir séu eitthvað bara að sé flott að fara á örorku. Þetta 300 skall á mánuði. Já. En þú sagðir áðan að það hefði svona haft áhrif að þú hefðir sjálf upplifað fátækt á eigin skinni fyrir einhverjum 10 árum eða eitthvað svoleiðis. Þarf maður að hafa kynnst sjálfur hlutskipti þeirra sem ekki eiga nóg til þess að sýna þessum málum alúð og áhuga? Nei, alls ekki, og ég finn það hjá þeim sem að styrkja eða hafa verið að styrkja matargjafir með mánaðargreiðslum og svona það er ekki allir sem að hafa upplifað fátækt. En það sem að við þekkjum alltaf einhvern sem að býr við fátækt eða hefur upplifað það. Já. Við búum á svo litlu landi að það bara óhjákvæmilegt að við þekkjum ekki einhvern. Einmitt. Og ég veit að þú ert með BA-gráðu í sálfræði. Hefur hún nýst þér vel í þessu starfi? Hún hefur nýst mér mjög vel, því að mikið af þessu, þegar fólk að leita til mín, þá það alveg niðurbrotið. Já. Og svona, þá óbúslega gott að vera með þessa menntun og geta svona aðeins huggað fólk. Það ekki nóg að láta hafa mat eða inneignarkort. Það þarf einhvern til að hlusta og skilja og Já. Það mikilvægt líka. Já. Og við vonum líka einhvern sé að hlusta á okkur núna eða horfa á þetta spjall sem að kannski til í að leggja fram hvort sem það verður nú húsnæði sem þú ert að leita að eða eitthvað minna. En ég nefndi hér í upphafi inngangsins að mér finnst svolítið gott hjá
forsetanum og þeim sem ákveða fálkaorður svolítið gott hjá þeim að setja fátækt á dagskrá með þeim hætti sem þau gerðu með, ég veit þér þessa viðurkenningu. Ertu sammála þeim sem að halda því fram að það sé í rauninni, þetta sé miklu meira vandamál og fátækt sé miklu almennari, það sé miklu meiri skömm og miklu meiri leynd í kringum þetta en svo að við séum að ræða þetta í samræmi við umfangið. Er mikilvægt að við drögum fátækt út í dagsljósið? Það er mjög, mjög mikilvægt því að þetta er vandamál og þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða og þetta er eitthvað sem þarf að breytast. Það þarf að gera eitthvað í þessu vandamáli. Þetta er að aukast, það hefur allt hækkað og maður finnur það bara sjálfur að fólk er ennþá að senda á mig sem að veit kannski ekki ég er hætt og hefur aldrei leitað til mín áður sem að er nú mikið að fólki að lenda í vandræðum. Já. Ef þú væri sjálf á Alþingi eða sætir í ríkisstjórn, væri félagsmálaráðherra, hvað væri brýnast að gera? Brýnast væri að tekjutengja mat í leikskólum. Já. Nei, í skólum fyrir ekki. Já. Það þyrfti að lækka húsnæðisvexti. Það þyrfti að setja eitthvað þak á leigufélög. Já, fá leigubremsu. Já. Já. Og það er svo mikið sem að ég er með bara langan lista, sko. Já. Sem þyrfti að breyta. Er kannski eitthvað sem er sameiginlegt með flestum þeirra sem að hafa þegið aðstoð frá þér að þeir eru á leigumarkaði? Já, flestir, ekki allir samt. Það hefur verið að aukast að fólk sem að, sérstaklega ungt fólk sem að keyptu sér íbúð fyrir kannski 2 árum, 3 árum og var með fasta vexti, eru núna að lenda í vandræðum þar sem að lánin hafa tvöfaldast en tekjurnar ekki. Þú ert ennþá að borga leikskóla, þú ert ennþá með sömu gjöld. Já. Nema að 160.000 króna húsnæðisláni þetta kom upp í 320. Já, einmitt. En sá hópur sem er til dæmis á leigumarkaði hjá þeir á Akureyri, þú heyrir væntanlega sögur fólksins hver stórt hlutfall ráðstöfunartekna fer í húsaleigu. Geturðu sagt okkur dæmin sem að þú hefur heyrt? Já, það er par sem er að vinna bara venjulega vinnu. Já. Það er að borga 340.000 í húsaleigu. Já. Það getur ekki haft börnin sín í leikskóla 6 tíma á dag. Það þarf að hafa 8 tíma. Já. Því þau hafa ekki neitt til að sækja börnin. Já. Og þau eru með 17.000 krónur eftir af laununum sínum. Þegar þau eru búin að borga leigu bara? Já, bara allt saman, já. Allt saman, já, einmitt. Já, þetta er sannarlega viðsjárverð staða sem er komin upp og mér finnst mjög áhugavert að heyra að segja það að þetta sé að stórversna á síðustu misserum. Þetta sé miklu verð að það hefur verið vegna þess að við heyrum alltaf Bjarna Benediktsson og fjármálaráðherra og þau sem eru í ríkisstjórninni guma sig að því hvað allt sé frábært á Íslandi. Hér drjúpi smjöra hverju strái. Þú andar við því? Já, ég er ekki sammála því. Bara alls ekki og mér finnst stjórnmálamenn margir hverju vera bara veruleikafirrtir, sko. Já. Og þeir hafa viljað sópa þessu undir teppið en það er ekki lengur hægt. Þetta er orðið umræðefni. Þetta er dregið inn á Bessastaði og þið sem eruð að berjast svona fyrir betri hag, þið eruð kannski yfir sýnilegri heldur en stundum áður. Er það ekki rétt? Jú, ég held það. Ég held að þetta sé að breytast.
Við erum að verða sýnilegri, við erum farin kannski, það meira hlustað á okkur núna. Þessi var kannski eins og þú segir, þetta var bara sópa undir teppið og svona, nei, ekkert verið að tala þetta. En ég held að það sé bara ekki hægt lengur. Nei. Það eitt út af fyrir sig gæti verið mjög valdeflandi fyrir þennan hóp, álykta ég. Já, ég held það. Ég held að það sé og þess vegna líka vil ég halda áfram að berjast í þessu málefni. Já, það frábært. En Sigrún Steinarsdóttir, kæra þakki fyrir þetta spjall sem við höfum átt hér í gegnum Zoom og gangi bara rosa vel með allt þitt í framtíðinni. Takk að ég kærlega fyrir og takk fyrir spjallið. Nú, þá víkjum við okkur yfir í aðra sálma og næsti kafli verður í boði Gunnars Smára. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.